Góðan daginn, ég heiti Anna Pála og ég vil komast á þing fyrir Samfylkinguna. Ég býð mig fram í 5. sæti í prófkjörinu í Reykjavík. Ég sjálf núna formaður ungra jafnaðarmanna og að klára lögfræðina upp í HÍ. Áður hef ég unnið á Mogganum sem blaðamaður og á persónuvernd. Og það sem ég held að sé mikilvægast fyrir mig að koma inn núna með í þingflokkinn sé það að við getum gert ungu fólki kleift einfaldlega í kjölfarið á þessari skuldahala sveppasúpu sem Ísland lenti í. Að hluti af endurreisninni sé það að fólk geti búið og starfa hérna áfram. Og þetta auðvitað þarf að nálgast út frá praktískum málum, til dæmis menntamálin sem eru gríðarlega mikilvæg, út frá húsnæðismálum, að við byggjum til dæmis upp leigumarkað sem fungerar í kjölfarið á þessum viðsnúningi á húsnæðismarkaðnum öllum, að við leggjum áherslu á atvinnumál og fólk fái öll tækifæri til þess að þurfi ekki að sitja heima og fá borga fyrir það, að því það vill það enginn, heldur að við getum komist í verkefni strax og við byggjum upp síðan Ísland vistvæns atvinnulífs sem miklu meira spennandi að taka þátt í. En þegar ég segi að lykilatriði sé að halda ungu fólki hérna á landinu, þá ég að sjálfsögðu ekki að minna að við að byggja hérna girðingu í kringum okkur, að því ég held að það sé svo mikið grundvallaratriði að við opnum landið okkar og höldum flæðinu og séum hluti af alþjóðasamfélaginu. Það það Ísland sem mig langar til að búa á. Og þá ég líka að tala að við höldum og búum til líflegt og svona skemmtilegt fjölmenningarsamfélag hérna á Íslandi. Nú, eitt af því sem líka grundvallaratriði og ekki svona kannski bara praktiskar hliðar á því að ungt fólk geti verið hérna áfram, það það að við byggjum upp samfélag sem okkur langar til þess að taka þátt í að endurreisa. Að við leggjum áherslu á Ísland sem lýðræðislegt samfélag. Það sem ekki kynbundinn launamunur og það sem okkur langar til að taka þátt, að því það gegnsæi og lýðræði og allt það sem að Ísland var ekki áður. Að því við höfum tækifæri til þess núna. Ég gekk í Samfylkinguna út af lýðræðisáherslunum og ég held að við í Samfylkingunni getum lært rosalega mikið af þessu vetri í pólitík einmitt í þeim málum og þróað okkur sem betri flokk. En þið getur nú lesið miklu betur þetta allt saman á heimasíðunni minni sem annapala.is og ég hvet ykkur til þess að kíkja þangað og fylgjast með mér og skrifa með tölvupóst ef það eitthvað sem ykkur langar að tala við mig. Og ég bara hlakka til að setjast á þing fyrir ykkur. Takk.